Komið sæl. Var þetta ekki eitthvað? Svona fyrir hlustundur þá var sérst ég í fyrsta skiptið að stjórna sko sleðanum sem að lækkar introið og... Þú bara, þetta tók þig 3 sekundur. Þetta var svo smooth. Já, en þú veist að við viljum, sko, það sem ég ger alltaf, Haukur. Nei. Og þú tekur greinlega ekki eftir því. Því annars hefur gert það, því að þú ert mjög svona, ég mitt. Það sem ég ger alltaf er að ég læt tónlistina hljóma örlítið undir á meðan að við erum ennþá aðeins að spjalla. Okay, svo feitar það út. Já, byrja þess. Sælöldrumur og verið velkomin í 2 kalla þátt 21. Jú, nei, leiðu svo vera. Nú, lengur, já, ok, já. Svona. Já. Og hvað segir þú Steinn minn? Herðu, ég segi allt gott. Á, ég segja þér. Hérna, núna til dæmis að því að nú er ég farin að segja sögu, sko, þá væri gott að lækka meira í þessu brjálaði. Alveg bara, og svo bara er ég að tala og meðan að ég er að segja sögu, þá er fólk að hlusta á mig og þá tekur þið ekki eftir að þú lækkar alveg niður í sleðanum og músíkin er farin. Og svo þarf ég íta þennan taka þá Steinn, þú gleymir því stundum. Nei, hann deyr sjálfur. Ég sé alveg. Herðu, ég sko, ég fór til tannlæknis Já, fyrir nokkrum dögum síðan. Já. Og það er nú ekki frásögu færandi. Nei, bara alls ekki. Nema fyrir það sækir að ég hef ekki farið í 5 ár. Já, ég kannast við þetta. Herðu, það var reyndar ekki það sem ég ætla að segja þér. Nei. Heldur það að ég fer þarna og sko málið er að tannlæknirinn minn hætti á stofunni sem að ég fer bara á þessa stofu. Ég nenni ekki að vera eitthvað elda tannlæknir minn út um allan bæ, sko. Þannig að, ok, tannlæknirinn hætti og ég bara... Þú heldur því í sama húsi en ekki við sama tannlækni? Já, var svolítið þannig. Ok. Og allavega, tannlæknirinn minn hættir og ég eitthvað svona, já, að því ég fer bara alltaf einu svona ári eða fór. Svo bara fattaði ég, herru, shit, ég verð nú að fara til tannlæknis. Ég var ekki með tannpína neitt, en ég fór. Bókaði tíma, mæti. Í fyrsta lagi, þá bara, herru, vá, tennurnar hennar eru bara í toppstandi. Nú? Og það er alltaf að tekna myndir svona reglulega og fyrir 5 árum síðan var tekna myndir á törnunum mínum. Engin breyting, það eru alveg eins og fyrir 5 árum, engar skemmtir, ekkert breyst, nema hvað að hún spyr mig, ert þú búin að fara í endajaxlatöku? Já. Og ég segi, nei, var það mögulega gert í grunnskóla? Á hún ekki að sjá það upp í kjáttunum að það? Jú, hún er að spyrja út af því að þeir eru ekki þarna. Já. Hefur aldrei fengið endajaxla? Herðu, þá segir hún mér það. Já, ég sé nú bara 1 endajaxl. og ég, já, ok, nei, ég man ekki eftir. Hún sagði, já, þú hefðir munað eftir ef að þeir hefur rifnir úr þér. Já. Og þá segir hún við mig að, þú veist, ég sem sagt hef ekki fengið 3 endajaxla. Já. Hún sagði, þú ert svona þróaður. Já. Evolution. Þannig að það er vist þróun mannsins að við þurfum það ekki. Nei, þeir fokka okkur bara upp, það þarf eiginlega bara að rífa úr. Já. Þetta vissi ég ekki. Þetta er magna. Þannig að ég er aðeins þróaðar en þú, Haukur, nema þú sért ekki heldur með endajaxla. Nei, ég er sko vanþróaðar en þú. Já, af því að ég er með sko ég er með 1 auka hryggjalið. Og hann er kallaður simpansa hryggjalið. Ertu með skott? Nei, þetta sést ekki sko. Þetta er bara í staðin fyrir 6 liði í mjóbakinu og það er með 7. Já, það? Já. Það er rosa skrítið. Já. Vá. Og það endilega uppgötast ekkert í fólki sko, nema að þurfa að fara í, þú veist, röntgen út af ykkur sko. Já, þess vegna er þetta að væla í bakinu. Það spilar mjög líklega inn í það, reyndar. Það eykur spennu á hrygginn. Ég skil. Já. Og er þetta eitthvað að há þér eða? Já, gætu ekki spennu á hrygginn. Já, er þetta, já, þú ert ekki þróaður þarna? Nei, þetta er bara simpansa. Ég skil út svona frumstæður. Já. En félagi minn, hann er ennþá með barnatennur. Hvað er hann? 6 ára? Nei, hann er rúmlega fertugur. Já. Ég er ekki að ljúga. Ég skil ekki hvernig... Það er, sem sagt, á ákveðnum stöðum, þá er bara ekki komin upp fullorðistönn hjá honum. Já, ok. Það er bara ennþá barnatönn. Hvar er það í kjaftinum á honum? Ég man það ekki. Þetta er bara, veist, hann asnalegsti maður sem ég þekki, sko. Það væri samt mjög fyndið að félaginn væri 6 ára. Ekkert skrítið. Félagi minn, hann er nú. Já, var uppræðanlega vinur svona með sem við tengdumst einhvern veginn betur.
helviti næs gæi Já, rosa alltaf til í rugl já, þú veist Oh my god, já alltaf hægt að plata hann í eitthvað skemmtilega leiki í maður Jæja, það er eitthvað Já, en ert þú ekki á takkaborðinu? Er ég núna á takkaborðinu? Ég er með það líka Nei, bara ekkert mál, skilur Kannski, ég prófa þetta hérna Það mjútu við okkur sko Nei, já Já, og svo Já, þarfst ekki að lækka sko, þetta deyr út Þetta er ekki Ok, ég skal sína þér hvernig ég myndi gera þetta Ég er í Þú þjálfun myndi kjúa mig og Það þú myndi komið segja að einhverju dagsins Það er eitthvað dagsins Nú er sérst búin að mjúta hérna okkur og svo er ég komin Heyrðist samt í þig þannig, þú klúraði þessu Nei, ég unmjútaði til að segja fólki ég hefði mjútað Nei Þannig að fólk myndi sjá, herðu, hann mjútaði, já, ok Já, einmitt sko Viltu aftur? Nei, þetta er gott Þetta er bara gott Heyrðu, ég er með eitthvað dagsins og það er inspired by kynjafræðikensla í menntaskólanum í Kópavogi Ég nefnilega var í vikunni að fara yfir gaggrínið sjónarhótt Varstu þetta undirbúið tíma í kennslu og bara fokk, ég eftir undirbúið eitthvað dagsins, ég nota bara sama Nei, ég var bara að hugsa, herðu, ég er með eitthvað dagsins í dag og ég ætla að vera með eitthvað sem að er smá áhugavert og líka mögulega er ég að segja þér eitthvað nýtt, veit það ekki, mögulega hlustendum. Það er nú ekki mjög líkur á því, kallinn minn. Nei, þú færi bara næmi og hlustar. Við erum að tala um gagnrýnið sjónarhorn á kvikmyndir og þætti. Ok. Og flest kannski kannast við eitt af þessum fyrirbærum. Ég ætla að nefna nokkur dæmi kenningar eða svona krítískan mælikvarða á bíómyndir og þætti. Er það Bechdel? Flest þekkja Bechdel, já. Þannig að hann er eðlilega fyrstur. En sko, eitt sem ég vil að segja fyrst er að í rauninni þegar að við fáum svona lánað krítiskt sjónarhorn eða okkur er bent á eitthvað alveg eins og ég sá á TikTok daginn þá var einhver sem talaði um að búðin sem að er Lidl búðin sem að er víða í Evrópu eða allavega á Spáni Lidl Danmörku og eitthvað já, það lítur út eins og ég man ekki 100 að spila píanó logoið í þessu já það var eitthvað þannig, ég man ekki hvort það var það þannig að, og leiðum mig að benda það bara, ok, ég sé ekkert annað heldur en þetta hann að verið að koma með tvent já KFC kallinn já þetta er svona andlit já, herðu, já og hann er með svona slaufu já en nú ætla ég eðilega logoið fyrir öllum hlustum flettu upp, googlið logoið geðu ykkur 2 sekundur sjáu þið núna logoið fyrir ykkur sem að þetta sé ekki slaufa heldur hendur og fætur svona Óli Príkkall það er nákvæmlega þannig já, einmitt, ok þannig að, ok, við erum semst með þessa kritísku hugsjón og svona það er búið að lána okkur annað sjónarhorn og þá er dálítið erfitt að sjá það ekki svona þannig dálítið virkar með til dæmis Bechdel testi að valda kerfið í rauninni öskrar á mann og hérna og þarna erum við að tala um til dæmis Bechdel sem sagt er test til þess að meta birtingamyndir kvenna í bíómyndum. Hvað er Bechdel? Er það nafn á konu eða kallið sem að kom fram með þetta? Já, það er höfundur testsins. Já, kona? Manna ekki. Skal teka því, halda áfram. Og Bechdel testi er í rauninni mjög einfalt. Það er bara í þessari mynd eru 2 nafngreindar konur sem tala saman eitthvað annað en kall og ef svo er þá stendst myndin Bechdel og það er bara fullt af myndinum sem standast ekki Bechdel og gagnrýnendur hafa alveg bent á að það er að segja gagnrýnendur þessa prófs hafa bent á að þetta þýði ekki endilega að myndin sé léleg eða eitthvað líka en hins vegar segja það okkur að Alison Bechdel var kona já, einmitt, þetta er upprunalega úr teiknimynd hérna er svona já, svona teiknimyndasögu já, kemur fram þar ok, ég er allan ekki að fara svona djúpt, ég er meira bara að lána þetta gagnrýnisjónarhorn síðan er eitthvað sem ég kann ekki að bera fram Duvernay sem að er svona svipa á Bechdel nema í rauninni birtingamyndi svartra einstaklinga
og hvort að þeir skipti einhverju máli fyrir frammyndu þáttar eða sjónvarps. Já, það líka þá, þú veist, hvort þeir séu litaðir í neikvæðu ljósi ekki, þú veist, hvort þeir séu bara glæpamennir í myndinni eða... Ég veit ekki hvort að Duvernay prófið farið það langt, en það hins vegar annað próf sem að heitir Vito Russo, sem að eftir einhverjum einstaklingi, sem að svona fjórskipt próf til þess að meta sýnileika lesbía, homma, tvíkynjara, trans og eða hinsegin fólks í myndum og bíómyndum. Og Vito Russo prófið var sko búið til minni með 2019 og uppfært 2022 vegna þess að margar myndir stóðust Vito Russo prófið þrátt fyrir í rauninni mjög neikvæða birtingamynd og svona staðalgerða birtingamynd á hinsegin fólki, svona hálfgert tróp dæmi, en Vito Russo gengur semst út á í myndinni kemur fyrir persóna sem greinilega lesbía, homi, tvíkynja, trans eða hinsegin. Númer 2, sú persóna ekki eingöngu skilgreind út frá kynhneigð eða kynvitund, heldur hefur persónuleika og sérkynni bara eins og aðrar persónur. Og númer 3, persónan hefur einhver áhrif á framvindusögunar. Hún ef hún væri fjarlægð, að þá myndi það hafa mjög afdrifarík áhrif, þú veist, í framvindu þáttar eða sögu. Þannig að hún ekki bara til þess að veita lit, fyndni eða sína inclusionness eitthvað. Já, hún ekki bara til þess að vera hana. Akkurat. Herðu, og svo árið 2022 var þessi viðbót gerð við testið, númer 4, sem að saga þessara manneskju, hinsegin manneskjunar, ekki niðrandi eða byggð á klísju kendum staðalmyndum. Þannig að það voru nokkra myndir sem stóðust Vito Russo prófið en voru bara basically að mála upp einhverja staðalgerðarmynd og í rauninni meira en að veita einhvern sýnileika og inclusionness. Skilveg. Ok, herru, við höldum áfram. Þetta nefnilega nokkur test og mér finnst þau ótrúlega áhugaverð og sérstaklega síðasta sem ég ætla að tala á eftir. Teaser. Teaser. Sko, það nefnilega strimpulögmálið, hefur heyrt það? Smurfette Principle. Nei, það mjög einfalt lögmál og og einmitt vísar vissulega til strumpanna og fólk getur kannski hugsað, já, einmitt, það akkurat það að mynd með fjölbreytta karaktera en aðeins eina staðalgerða konu sem að yfirleitt sú manneskja sem að karlkyns karakterinnar að reyna að heilla, laðast að kynferðislega og svo framvegis. Þannig að strimpulögmálið í rauninni hugsið bara strimpu, þú veist, hvað hún, hvað hlutverk gegnur hún og hvernig birtist hún oft og náttúrulega bara í grunninn strimpa búin til þess að refsa strumpunum og skemma fyrir þeim. En já, Kjartan bjó til strimpu. Kjartan bjó til strimpu og til þess að rugla í strumpunum auðvitað, konur náttúrulega skemma allt sem að kallar að reyna að hafa út á fyrir sig. Jú, það aldrei hægt að fá að vera í friði. Nei, þannig að strimpulögmálið semst þetta, hvort að kona sé í rauninni eingöngu sýnd og í rauninni sé í rauninni bara þarna sem einhvers konar svona trófí eitthvað. Ok, síðan sko annað sem ég rakst á af því að ég fór aðeins lengra heldur en ég gerir í kennslinni. Þannig að ég aðalega að tala Bechdel og strimpu og þetta síðasta sem ég ætla að nefna en ég fór síðan að googla bara, þú veist, ekki fleira svona, ekki meira svona, ekki búið að skrifa eitthvað meira og svona lögmál spretta náttúrulega í rauninni upp úr svona hálgerðir grasrót til dæmis minni mig að sko Vito Russo prófið hafi komið í kjölfarið á gaggrínanda sem var í raun að gaggrina myndir og svona gaggrindi birtingamyndir. Við höfum séð þetta líka á Íslandi í Víðsjá þegar nú man ekki hvað hann heitir, einhver prófessor eða doktor eða eitthvað var að taka fyrir sýningu í Þjóðleikhúsinu og var að benda á og gaggrina að ófatlaður einstaklingur var að leika fatlaðan á mjög staðalgerðan hátt. Og stundum verður til eitthvað fyrirbæri eins og Bechdel eða Vito Russo í kjölfarið af svona, sérstaklega þegar það gert aftur og við getum mátað það inn í einhvern veruleika. Ég man ekki hvort að þetta, ég held að þetta sé það, A Manic Pixie Dream Girl í rauninni gaggrinni
sem að með minnir hafi komið fram í gegnum svona gagnrýni á bíómyndir eða þætti og hún beinist fyrst og fremst að handritshöfundum að þáttum eða bíómyndum en ekki endilega að myndinni per se og leikurum hennar en A Manic Pixie Dream Girl er í myndinni seiðandi, hjálpfús einsleitur kvenkins karakter sem í rauninni er bara þarna til þess að uppfylla einhverja þrá og uppfylla einhver lífsgæði fyrir karlmann einhvern veginn til þess að svona inspirera unga drengi sem horfa þetta er svona A Manic Pixie Dream Girl og þessi kvenkins karakter í rauninni er ekki að fá neitt í staðinn heldur fyrst og fremst þarna til þess að vera kynþokkafull, seiðandi og uppfylla einhverjum svona ímyndir og þarfir. Já, þetta er svona alltaf svolítið algengt að sko, þetta er svona svo með svona comic relief það þarf að vera í mörgum myndum og svo er mitt svona sætastelpan relief það verður að vera ein svona sem að kallar geta hort á sko. Já, og þegar maður skoðar þetta þó svo að þú veist, hún sé bara hana til þess en ekki fyrir söguna. Já, en svo líka mjög áhugavert að ég var að hugsa daginn bara svona þætti sem að ég ólst upp við í sjónvarpinu, skjá einum sérstaklega þú veist, þegar ég var kannski, ég veit ekki 15, 16, 17, 18, 19 eitthvað og maður var svona að horfa á eitthvað af því að Netflix var ekki til, þannig að maður horfði á skjá einn í línulegri og þá, þú veist, voru þættir það sem að var núna er fólk bara að horfa á tvo kalla Akkurat það er það eru þættir náttúrulega Everybody Loves Raymond það var þarna feiti kallinn og konan hans King of the Hill akkurat, svo voru einhverju fleiri svona þættir mögulega Malcolm in the Middle en samt ekki að þá var það yfirleitt sko alls konar kallkyns karakterar og þeir voru einmitt bara feiti, rasnalegi, ljótir bara, þeir voru alls konar en yfirleitt var einhver mjög sæt kona sem að var líka þann alltaf bara mest áhugavert sko hvað var augljóslega það skipti máli að konan væri sæt eða allavega einhver kvenkins karakter væri sæt, falleg, grönn svona með líkama sem að gagginni er kallað laðast að þó svo að hans er bara vel yfir meðalþyngd og vinnur sem sendill hann má vera bara einhvern veginn og svo er bara pappi hans eða pappi hennar býr í kjallaranum ég man þetta ekki sko sem er pappi Adam Sandler ég man ekki hvað hann heitir eitthvað Sandler flott allavega, herru, síðasta sem ég ætla að nefna þú hefur nú örugglega heyrt það Male Gaze er það ekki? Já. Male Gaze þetta eiginlega skemmti fyrir mér að horfa á myndir þegar ég fór að taka eftir því að ég væri í rauninni lokkaður inn í eitthvað Male Gaze og Male Gaze ég ætla nú ekki að vera mjög svona tæknilegur og fræðilegur heldur meira svona almennt þannig að hlustendur okkar geti tekið Male Gaze ef þau kannast ekki við það og svona metið það sem þau eru að horfa á Male Gaze er í rauninni þetta heteronormatíva eða gagnkynhneigða viðmið gagnkynhneigt karllægt sjónarhorn í þáttum og bíómyndum þar sem að það er ákveðið samspil þegar við erum að skoða Male Gaze í bíómyndum og þáttum að þá erum við að horfa staðsetningu myndavélunar það er að segja skotið sjálft og í Male Gaze þá erum við að tala um að myndavélin hún sýnir konur á óþarflega kynferðislegan hátt til þess að fróa freudiskri gæjuþörf kalla Er þetta ofurhetju plaggatið þar sem eru 5 kallkyns ofurhetjur gett massaðar og 1 konu ofurhetja en hún snýr með rassinn fram Já, getur verið það, já, klálega Hún svona horfa aftur á bak, svo sjáast í rassinn Einmitt, já það er klálega Male Gaze og svo fer Male Gaze sko lengra og spilar í rauninni þannig er að tala um myndavélin hún er fyrir gagginni eða unga stráka eða bara kalla sem laðast að konum ekki nómið það að kameran og sjónarhornið sé svona sexual
sem að í rauninni þjónar engum tilgangi fyrir framvindumyndarinnar, heldur karlkyns karakterinn, þar að segja leikari þessarar konu, karlleikarinn, hann í rauninni að veita þessar gæju þegar ákveðna fróun með því að vera alltaf svona einhvern veginn að, þú veist, hann að dansa með áhorfandunum. Ok. Þannig að hann svona að spila með og svona býti vöruna eða svona eitthvað, hún svo sexy, þetta svo óþægilegt, skilur þannig að við, gagginuggaðirnir sem að horfa á við svona, tengi, þú veist, þannig að þetta hann með okkur í liði og hann svona líka fullnæða þessari gæju fróunar freudinsku þörf okkar. Ok. Já, þannig að, og inn í þetta líka ákveð svona hvernig karakterinn skrifaður og líka hvernig sjónarhótt þessa kvenleikara eða sem kvenkyns karaktera, að það líka, þú veist, hún í rauninni hlutur fyrir okkur til að njóta og hennar sjónarhótt á sjálfa sig og í myndinni, þú veist, svolítið þannig. Já. Það male gaze og ég sé þetta þegar að myndir eru ekki litar af male gaze, þá sjáum við að við erum ekkert að sjá það sem kannski við erum vanir að sjá og það kannski einhver sena, þau eru að kela eða eitthvað og við erum ekki kela og við sjáum, við erum tveir miðaldra kallmenn og við notum orðið kela. Hvað á ég að segja? Hvað ég segja? Þau eru í bíómynd og þau eru eitthvað að kela og þau eru að kyssast. Já, þau eru að fara að ríða. Þau eru að kela aftur í Volkswagen bjöllu. Ég veit ekki. Eins og í gamla daga. Hvað á ég að segja, Haukur? Segðu mér það. Þú ert rithöfundur. Nei, ekki rithöfundur, þú ert ritstjóri. Ég er bara frábært orð. Nota meira. Jesús minn. Ástu og kela. Hvað í alvöru á ég að segja? Það ástarsena í myndinni? Já. Ok. Allavega, þau eru hann að kela og nú maður ekki hvað ætla að segja, jú, og við sjáum kannski ekki endilega þú veist, brjóstinn og rassinn og eitthvað sjónarhótt sem að við erum vanir, þá svona, já, ok, áhugavert og mér finnst þetta að vera aðeins algengara í þáttum og bíómyndir sem ég er að horfa núna að ég er ekki fítaður, ég er ekki fóðraður af þessu male gaze endilega í svona nýjum myndum. Þannig að öll þessi gagnrýni, hún hefur náttúrulega áhrif á handritshöfunda, leikstjóra, kvikmyndatökumenn og svo framvegis, en í þessu samhengi þá náttúrulega þurfum við líka átt okkur á því hvernig til dæmis bara þessi iðnaður dómineraður af körlum sem og almennt vitu að kallar þeir nenni ekki svo hvítum körlum. Já, en þú veist, þeir nenni ekki svo jafnréttiskjafta og væli og Nei, þú veist, til þess að fá fólk í bíó þá þarftu náttúrulega bara að vera með flotta stelpur og bíla og ofbeldi. Já, þetta ekki flókið. Það líka ótrúlega áhugavert og talandi hvernig valdakerfið öskrar á mann að yfirleitt bara normið, það verið að búa til mynd til þess að draga að kalla af því að konur horfa með köllum en síðan eru búin til konumyndir sérstaklega, fattaru? Svona vinkonustelpu eitthvað þannig. Svona vinkonuhópurinn fyrir saman. Já, eða eitthvað. Þannig að kallinn býður konu í bíó. Já, þannig að normið við gerum þetta fyrir kalla að því að konu muni hvað sem horfa að því að konu geta horta hvað sem okay. en við síðan búum til konumyndir og það ekki fyrir kalla sko, það bara fyrir konur. Já. Þetta svona valdakerfis dæmi sko. En ekki til svona kallamyndir? Þú veist, eins og núna ég í einum svona vinahóp sem að við höfum farið nokkru sinnum í svona strákabíó. Þá erum við að fara á, þú veist, einhverja svona yfirgengilega mikla svona kallamynd. Eins og Top Gun. Já. Eitthvað, þú veist, kallar að fljúa á þú veist, eitthvað og sprengja. Já. Og þú veist, ég man ekki eftir neinum karakter í myndinni og ég man ekki hvað hann var en ég man að það var Tom Cruise og hann var að fljúa og sprengja. Akkurat, já ég meina þetta náttúrulega hluti af félagsmótun kalla og við höldum karlmennsku í myndar og eitthvað. Herðu, ég allan að búið með eitthvað. Þetta var flott. Herðu. Ég samt með eina spurningu út frá þessu sko, sem ég var svona velta fyrir mér yfirleitt allan tíman. Já. Sko hversu, veistu það eitthvað, hversu margar, eða hversu hátt hlutfall af myndum stenst þessi próf? Einmitt, sko, nei, ég man það nú ekki. Er ekki flestar myndir
að falla lengst þar? Jú, náttúrulega sko ég man eftir, ég sýni það í tímum líka sko að það svona tölfræði þar sem hefur verið að taka fyrir 2000 söluhæstu teiknimyndi frá Disney, bara svona svo ég gefi eitthvað dæmi og það hefur verið að meta hlutfall kallkyns karaktera og kvenkyns karaktera, þetta aðalega á tvíkunni hver með málið, hver að tala í þessum teiknimyndum og þetta eru sem sagt bestsellers Disney myndir, þú veist bara frá eitthvað 1990 eða eitthvað og það eru 4 teiknimyndir af þessum svona vinsælustu Disney myndum sem að standast það sem að konur eru að tala meir en kallar. Það eru 4 myndir af 2000 þar sem að konur tala yfir 50% og það er að tala í kringu 65%. Frozen? Þetta er Frozen. Þetta er Moana? Ég man ekki hvort að Moana, jú það gæti verið Moana og já, einhverju 2 aðrar önnur er mjög vinsæl. Okay. Allar hinnar það eru 4 með svona næstu 50-50 sem ég man ekki hverjar eru. Allar hinnar eru með kalla sem að tala bara allan tíman og Toy Story til dæmis bara með 97%. Já. Cars þú veist, bara endalista myndum. Já. Sem að bendi til náttúrulega ákveðinar karlagni líka. Mitt. En já, og svo Vito Russo ég man að það var sko með inclusion sko hinsegin fólks að þá í rauninni var Vito Russo að tala að frá árinu 2020 að þá eru myndir þar sem að einhver sýnileiki hjá sko nú ég 2-faldur haukur. Ég er bara tilbúin að taka hann. Vito Russo tekur henni bara myndir sem að hafa einhvern sýnileika hinsegin fólks. Fattarðu? Já. Ekki allar myndir. Ekki sem eru bara ekki með neitt. Nei. Já. Þannig að ef að hinsegin fólk kemur fyrir þá beitum við Vito Russo skil. og hvort það var árið 2023 þá voru, þú veist, 15 myndir sem að höfðu þetta inclusionness og það er svona 50-70% sem standast prófið. Þannig að best er að hafa bara enga konu í myndinni. Já. Og bara hvítt fólk. Já. Þá fellur maður ekki á neinum hverðum. Nákvæmlega, já, jú, kannski Bechdel. Ég meina það veist það er enga kona hvort þið er. Nei, þá bara fellur á Bechdel. Held að Top Gun hefur þetta verið þannig. Já. Ef að fara í Bruno. Tilbúin. Nei, á ég ekki að gera það? Nei, ég með þetta, tilbúin. Ok, en býta aðeins. Sko, við höfum að gera þetta eins og þetta sé flæði. Já. Þetta þá... Hættu þá að segja býta aðeins? Nei, af því að þú ert eitthvað, já. Já, þetta var mjög áhugavert innlegg öll þessi próf. Þökkum Þorsteini kærlega fyrir og við ætlum að vinda okkur í Trúnó dagsins. Verið velkomin í Trúnó dagsins. Þetta hefur sennilega aldrei verið gert betur í þessum þáttum. Þetta var enda mjög gott, já, ok. Ég sagði þér einhver tíman að ég er með lista yfir atriði sem ég langar að tala einhvern tíman í Trúnó. En ég sagði þér líka að það er eitt atrið á þessum lista sem ég þarf sem ég er alltaf að fresta því. Af því ég vil ekki fara í það og ég var búin að ákveða að ég ætlaði að fara í dag. Já. En svo er ég svona, þú veist, bara eitthvað kannski betra að gera það bara seinna. Gerðu það. Og það er nefnilega eitt sem er bara mjög erfitt fyrir mig. Þetta var bara eftir að vera mjög erfitt fyrir mig. Já, bara við erum bara saman í þessu. Við erum bara saman í þessu. Og en þess vegna svo komið sólgjöru að þú vilt ekki að fólk sjá þig sjá tárin. Eða sko Erum við að fara þangað? Ég hef aldrei sagt neinum þetta. Bara ever? Ekki í fullir lengd, nei. Ekki söguna, nei. Byrju, en sko, ok, nú ætlum ég að vera ég veit að þú ert búin að hugsa þetta en þú gerir grein fyrir því að þetta gæti sko farið út fyrir hlustendahópin okkar. Já. Hvað finnst þér um það? Það er alltaf góð, sko. Þetta er nefnilega, sko, þetta er þú veist, þetta er ekki eins og þú veist, þetta er ekki eitthvað í mínu fari eða eitthvað svona eins og til dæmis Björgunar að opna sig með í seinsta þætti. Heldur er þetta eiginlega meira, sko
atburður eða stutt tímabil í minni lífi. Ok. Ég ætla að segja þér frá því þegar ég lét lóa hundinu mínum. Já. Og þetta gerðist fyrir 20 árum. Ok. Og þá var ég 20 ára. Já. Og ég var sem sagt búinn að ég og sem sagt konan sem ég var með í sambandi þá við vorum aðeins að hvíla okkur á hvort öðru og hún hafði komið með hunda inn í sambandið og ég var hann svolítið svona vanur að eiga hunda og áttum, hún var með svona 1-2 og svo þegar við fyrir með sundur þá er ég svolítið sko einhvern veginn svona bara þú veist bara aleinn og ég veit ekki hvort það var það en ég einhvern veginn svona ákveð mjög fljótlega bara já ég þarf eiginlega bara að eiga hund en satt best að segja þá er ég engin hundakall sko. Þetta finnst mér mjög gaman að hundum en það er rosa lítið í mér sem að nennir að eiga hund út af öllu sem því fylgir og þú þekkir og margir hlustundur en sko fæ mér hund Sjálfur bara? Já, bara ég Ok. einn Já. ég var rosa hrifinn af svona husky hundum og svoleiðis Já. og ég dett niður á sko að það er svona blendings got sem ég frétti af sem er sem sagt hálfur husky Ok. og hálfur örugglega hálfur hvað heitir fjárhundur þessi algengi Já, eitthvað svona íslenskur eitthvað. nei, þetta er að vita allir mann þetta ekki Nei. og border collie Já. og ég mæti og lýsi áhuga og fæ að sjá kolpana og vel mér kolp og svo náttúrulega þarf maður að bíða eins og þú veist þá fær maður ekkert kolpin strax, það er alls ekki mælt með því þeir þurfa að vera orðnir ákveði margra vikna á þessu tíma var talað um að 8 vikur væri lágmark Ok. ég hef heyrt að sé fólk reynir frekar að hafa meira og nú er ég strax byrjar að afsaka mig sko en ég tek samt fulla ábyrgð á þessu öllu sko en ég er að segja að þú veist þetta á samt öðrum hlutum það spilar svolítið inn í þessa sögu það sem spilar inn í þarna er að eigendunir hafa samband og segjast þeir eru að fara í frí og þeir þurfa eiginlega bara að losna við kolpana bara núna og þá eru bara að linna 5 vikur þannig að hundurinn fekk ekki svona það sem af öllum bara tali vera nauðslegt uppeldi hjá móður lærði ekki alveg þessar svona ákveðnu svona hvað að segja, nú er ég að fara að pínu bulla því að það ekkert ekki nógu vel en það er einhvers konar svona grunnskilningur á því hvað er að vera hundur sem vantar svolítið í hann þannig að alveg frá upphafi þá var hann svolítið erfiður og ég líka en hann fekk nafnið Vargur og það er kannski svolítið lýsandi við hvernig það var og ég er þarna einn í ykkur kjallara íbúð að leigja og er í námi og bara handónýtur einhvern veginn og ég bara var ekkert ég veit ekki, ég var bara svolítið heimskur á þessum tíma og ég ræð ekkert við þetta sko uppeldi á þessum hundi og ég var ekki búin að undirbúa mig nógu vel ég held að ég væri betri í að ala upp hund en ég var af því að hafði reynslu af því að eiga hunda og
og þú veist, þetta einhverju mánuður sko og gengur ekki nóg vel, hann mjög mikið í bara að naga og skemma og hann mjög erfitt með að vera eftir einn og ég bara, þú veist, ég var ekki að valda þessu hlutverki ég var ekki að setja mig nógu vel inn í þetta og ég var ekki að gefa þessu þann tíma og bara þá elju sem þarf og svo kemur að því að hann sýnir svona ekkert alvarlega en hann sýnir svona smá tendensa að þú veist sem gæti verið hættulegir sko gæti svona, það var svona nart og svona ógnun sko og ég eftir áhyggja, því nú er búin að hugsa mér í 20 ár eftir áhyggja þá er ég nokkuð viss það að ég hefur svolítið nýtt mér það sem afsökun að því að maður heyrir af, þú veist, hundum sem bíta og þeim er lóað ég hugsa bara hann er alveg líklegur til þess að mögulega bíta einhvern og í staðin fyrir að í fyrsta lagi náttúrulega bara strax fá aðstoð við hundauppbyldið eða bara setja hann á einhvern stað þar sem að það hefði verið betur hugsað hann þá erum við komin á þennan stað sko og ég held þetta hafi verið svona á einhvern hvað maður að segja svona á einhvern svona svolítið svona beyglaðan hátt einhvern svona bogin hátt sko þá held ég að ég hefði séð þetta fyrir mér sem að sko ég væri að axla ábyrgð með því að láta hann ekki fara á annað heimili eða í eitthvað athvarf heldur bara að láta aflífa hann og þá væri það mín ákvörðun og ég væri svona, þú veist, að axla ábyrgð með því og ég ákveð þetta á hann er orðin þú veist að hann er orðin náttúrulega, þú veist, hann er orðin fullvaxta sko en og ég fer með hann á dýraspítala og ótti bara pantaðan tíma í þetta og ég fer með honum sem sagt inn á borðið og það er sem sagt kona sem er sem er dýralæknirinn sem að segja mér hvernig þetta er gert og það er sem sagt sprautað það á að sprauta í hann sem sagt einhverju efni sem ég man ekki hvað er eða fekk aldrei að vita hvað er, ég man ekki hvað það er og því er bara sprautað í hjartastað og hann á bara að svona líða út af nokkuð þjáningalaust nema það gerist ekki Nei hún bara því miður virðist ekki hitta alveg á réttan stað eða hvað það er sko ég styr ekki sérfræðingur þarna en hann þjáist mjög mikið Nei og ég held á honum á meðan Shit og það veist bara og hann horfir beint á mig sko veist, hann er að beða mig um hjálp sko og þetta er bara, þetta er grift í mig og ég er að segja þér sko að í svona, í 20 ár þá get ég eiginlega ekki séð hund á þess að hugsa um þetta og þetta er bara, þú veist, ég veit ekki hvort þú getur kallað þetta tráma, en þú veist, þetta er bara sko, þetta bara situr í mér, ég hugsa bara ógeðslega oft um þetta og þetta bara, þú veist, þetta varði einhvern veginn bara svona hluti af mér Þannig að þegar þú kemur til okkar og hittir Veru, horfir í augun á henni færðu þá flashback frá þessum momenti Einmitt. Það bara færðu minningar og ég hún drífur sig að ná í aðra sprautu eða fylla á hana eitthvað og bara þú veist það verður bara svona bara pat og ég þarf sko að beita afli við að halda honum
og ég er náttúrulega, þú veist, eitthvað að reyna að tala við hann og eitthvað, þú veist, hvað maður að gera, ég er bara eitthvað 20 strák hálfviti, skilur og þetta gengur á endanum en hann þjáist mjög lengi og hún var búin að bjóðast til þess að í rauninni taka við hræinu og hvort það yrði brennt eða eitthvað svona og það var bara svo ógeðslega dýrt ég bara átti ekki efna því á þessu tíma ég var bara námsmaður og þú veist þetta bara kom eiginlega til greina sko. Þannig að ég var búin að segja við hana að ég ætlaði bara að grafa hann og það var bara tilbúið þannig að ég fer með hann af dýraspítalunum og ég bara setja hann í skotti á bílnum mínum og og ég keyri með hann upp í Heiðmörk og ég gref hann og það var enginn með mér og ég grenjaði allan tíman og þetta er svona í mínu lífi sko, þá er þetta eiginlega svona stór minnisvarði lélegar ákvarðanir og að ég hafi ekki staðið mig nógu vel og að ég hafi ekki staðið undir þeirri ábyrgð sem ég átti að gera og að ég hafi ekki verið að hugsa í tæka tíð hvað var í gangi og slæmar ákvarðanir og þetta er bara búið að fylgja mér þú veist ég veit ekki hvort að fólk átti sig á þessu sko að þú veist, auðvitað er þetta bara einhver hundur skilur en einhvern veginn fyrir mér þá er þetta bara svo miklu meira en bara hundur fyrir auðvitað það auðvitað var þetta hundur og ég, þú veist, let drepa hann skilur og það hefði ekki þurft að fara þannig Nei sko, ég og Hulda átti hund þegar við byrjum saman Já. og sá hundur er sko er bara svona sko að því að sonur minn sem að þegar ég og Hulda kynnust hann er sko 2 ára, alveg að vera 3 ára og hann elskar hunda og sonur minn sko ástæðan fyrir því að Hulda og sonur minn tengjast bara djúpum böndum bara strax í gegnum hundin Já. og hún hét Ninja og í sko hún er 7 ára þegar við þurfum að fara með hana til dýralæknis og bara svæfa hana út af því að hún var með augsjúkdóm og með bara, við sáum það bara eftir á þú veist, maður náttúrulega verið svo samdöina en hún sérst augun í henni bara, hún var eiginlega hætt að sjá hún var farin að rekast í hluti og þetta bara versna og hún var farin að þjást út af þessu þannig að við urðum að gera þetta og þannig að við keyrum að það með hana einhvern veginn sprelllifandi, spræka og hressa þú veist, þetta er svo surrealist sko Já. Þetta er eiginlega bara eins og að fara með barni sitt þú veist og já, herðu, hérna er einhver veikindi hérna eða bara, herðu, ég ekki að höndla þetta og svo bara ertu til í að drepa hundin Já. Þú veist, þetta er rosalegt sko en ég held ég hafa sjaldan grátið jafn mikið og verið jafn meir í 1 sólarhring þetta var 1 dagur hjá mér ég held sko sem að jú, er að einhverju leyti kannski eðlilegt, ég veit það ekki en svo var það bara búið hjá mér Já. þú veist, ég syrði alveg hundinn og tómlegt að hafa ekki hund og svona en þetta var fyrir svona alls konar sálfræði meðferð hjá mér en Hulda, hún er eiginlega ennþá meir og við erum að tala ég veit það ekki fyrir 8 árum eða eitthvað skilur Já. Já. Þannig að ég hugsa að það sé kannski að þessi að vera sko ennþá með sár yfir þessu en ég bara lokaði ég bara öskur grétur hún var svæfuð hún bara lífið leið úr henni og svo leiðin eitthvað að láta brenna hana
og en svo var það bara búið bara hress. Já, Þú ert ekki hress. Ég er ekki hress sko, það komur 20 ár sko og Hvað nú var nú gaglegt að hafa einhvern sálfræðing svona nálægt okkur sem geti hjálpa okkur með þetta. En hvað heldur, ég meina þú ættir alveg að geta komist yfir þetta. Þú ert ekki að bera þessa skömm allt þitt líf. Þetta er bara þú veist bara hvernig ég er víraður sko, eða þú veist að fara að læra það eins. Og svona, þú veist, ég þykist vera með allt á hreinu, ég hugsa hlutin í gegn árinni text á við verkefni, ég, þú veist, svona ég axla ábyrgð en þetta, þú veist, og bara allt í kringum varg, sko er bara svo mikið failure og þú veist, þetta er svo mikið þetta er svo mikið svona, hvað segir maður, þú veist, bara, þetta er svona on me, þú veist, ég klúðraði þessu. Einmitt. Ég olli þjáningu. Einmitt. Já, og fer þarna á skjön við bara þitt fundamental gildismat. Já, og kannski hefur þetta kennt mér án þess að ég sko átti mig alveg á því. Kannski er þetta hluti og kannski er þetta bara stór hluti af því hvernig ég er núna. Já. Ég hef stundum pælt aðeins í því sko. Einmitt. En en þetta virðist vera eitthvað sem ég á bara mjög rétt með að gleyma, mjög rétt með að komast yfir. Og eins og ég segi bara, veist, ég get ekki klappa hundi á þess að hugsa hann sko. Ég meina þetta er náttúrulega hrikalega, ég hef aldrei heyrt svona að það hafi ekki tekist að svæfa dýr og það þjáist og sé bara, þetta er náttúrulega bara ekki, þetta er bara óeðlilegt. Ef ég hefði verið með, ég veit ekki, bara þroska og líka bara hausinn í lagi, það hefði nú sennilega gert eitthvað í þessu, sagt eitthvað við þessu, ég bara, já, takk, og bara held á hann út í skott, sko. Shit. Ekki það að þetta sé almálið, sko. Almálið er að ég klúður á málunum og ég ákveð að það þurfi bara að drepa hundin. Já. En þú veist, svo getur maður líka horta á þetta bara kalt, sko, og hugsa að, ég meina, það er ekki gott fyrir hund að búa við aðstæður þar sem að, einmitt, hann er hræddur allt sitt líf og er mögulega að fara að valda skaða og þú veist, lifir í vanlíðan og fær ekki nú hreyfingu og alla þetta. Akkurat, en bara þessi hugmynd að, sko, hvort að verða að finna stað fyrir hann þar sem hann geti liðið vel ég skauta eiginlega bara fram hjá því ég hugsa bara að hann gæti þú veist, hann vantar hann eitthvað í uppeldi hann fer allt of ungur frá móður og systkinum hann þú veist þú veist, ég hugsa þetta einhvern veginn þannig að hann þó svo hann gerði aldrei neitt nema að eyðileggja húsgögn, skilur sem er nú eðlilegt. Þetta var kannski svolítið í svona meira lagi í hans tilviki. Ekki að ég ætla að ala meiri skömm á þig, sko, en bara en sko að hvað var að segja? Að hann verið að skemma húsgögn hann gerði aldrei neitt, sko. Það var bara þetta í mér sem hugsaði bara hann er kannski pínu uppskriftin af hundi sem gæti biti barn. Já, ég skilji. Eða eitthvað þannig, skilji. En hann gerði það aldrei. Nei. Hann var náttúrulega vantarlega bara óöruggur hundur sem að fekk ekki nógu gott uppeldi frá hundum eða mönnum, mér. Já, einmitt. Þetta er nú í safnið, að því þú ert nú á leiðinni til sálfræðings þetta, en þá er þetta nú í safnið. Já. Við erum nú búin að týna ýmislegt í safnið hérna. Ég held það bara að senda þetta á einhvern sálfræðing í Indlandi og bara fá einhver að senda þættina bara á hann. Veistu hvað, ég fekk skilabóðum daginn. Fá bara einhverja svona uppskrift, gerðu þetta og kannski verið lægi með því að fíblið þetta. Nei, sko, ég var bara spurður, er þetta
af hverju fer hann ekki til sálfræðings? Er þetta fjárhagslegs eðlis? Já, ok. Og ég svaraði, nei, veist, ég held að Haukur sé ekki beint að láta verði stöðva sig, maður sem ekkur á bíl eins og þú, býrði í íbúð eins og þú. Ég veit ekkert af hverju. Það er alltaf óþólandi, Haukur, hvað þú ert ríkur. Ekki vera með þetta. Á ekki tala um þetta. Sko, ég veit ekki alveg, ég hef bara einhvern veginn aldrei tekið skrefið. Það er eiginlega bara það. Eða finnst ekki vera nægt tilefni kannski? Kannski ekki. Þú veist, það hefur alveg, ég hef alveg fattað eftir á þegar ég hef kannski bara komist upp með það þegar að, þú veist, barn er í skóla eða ferðalagi eða whatever, veist, og ég er bara einn heima bara ég nenni ekkert á fætur, sko ég bara er upp í rúmi og svo ég er bara svo þreyttur, það er örugglega það, sko ég vakti svo lengi, svo fattaði eftir á, herðu, kallið mér, þú er náttúrulega bara þunglindur. Já. Og ýmislegt sem bendir til þess, sko og ég reyndi eitthvað á sín tíma, fór til heimilislæknis og svaraði einhverjum kvörðum og fekk einhver þunglyndislyf og En nú er það? Já, mér þarst ekki breyta neinu, sko þannig að ég hætti bara að taka þau. Hvað er mörg ár síðan? 15? Meira. Já. Býtu. Ég myndi segja, Haukur, þetta er bara á sama tíma. Já. Þetta er bara hana. Ok. 20 ára síðan. Sko, það er náttúrulega, ok, ég er ekki að segja á sér þunglindur, en það er náttúrulega getur verið að maður sé að upplifa þunglindiseinkenni þegar eitthvað erfitt gerist og ég til dæmis, þú veist, þegar ég og basmóðið minn skildum fyrir eitthvað 15 árum eða meira, að þá er mitt bara, ég gat valla farið á fætur og þú veist, þetta var svo heavy og þungt og eitthvað, þannig að getur alveg verið atburður í lífinu sem að, þú veist, valda því að maður er upplifa þunglindi eða þunglindiseinkenni það þarf ekki að því að maður sé klínist þunglindur en sko, ég mæli með þig, Haukur, og ég held ég tali fyrir munn flestra okkar hlustenda sem að margir hverjir hafa haft samband við okkur mig einslega eða okkur báða eða mig einslega já að það þú veist, ég ætla að skora á þig, Haukur ég ætla að skora á þig að finna þér sálfræðing og ég ætla að skora á þig að fara til hans og bara segja, ég er þú veist, fólk er að segja sér eitthvað svo krumpaður í alvörinni, sko ég er eitthvað svo krumpaður og þá spyr sálfræðingurinn, hvað áttu við með því? Og þá fer það að lýsa alls konar og þá fer sálfræðingurinn að hugsa, já, ok, fer að tjekka á þessu, þarf að tjekka á þessu og ég skal segja það, Haukur, að þú munt lífsgæði þín munu aukast sem sagt líf þitt, líf Írisar og barnanna þennan verður betra og þitt líf líka það er lofur sem ég ætla að gefa þér ef þú gerir þetta ekki það líðsitt sé ykkur ánauð og þjáning fyrir þig og aðra í kringu þig ég veit svo sem ekkert um það mér finnst ég að þau eru bara geggjast það já, þá akkurat er tækifæri til þess að fara og fjárfesta í geðheilsunni enn frekar fjárfestu í framtíðinni akkurat vertu besta útgáfan af sjálfum þér sko ég er reyndar ekki þar ég er meira að tala um að það er augljóst, Haukur, fyrir mig sem er ekki sálfræðingur og ekki sálfræðimenntaður og meira þess að fyrir sum okkar hlustendur sem að sumir sem að hafa samband hafa ekki eins og sjálfur farið til sálfræðings átta sig á því að það sé nú eitthvað kannski sem að mætti kíkja á ég hvet fólk til þess að fara til sálfræðings þú gerir það? Ég bara veit ekki hvort ég nenni í sjálfur hver heldur að hafa tími í þetta svo er bara einhverju biðlistar svo færðu örugglega kemstu að hjá einhverjum sálfræðingi og hann er bara einhver vitleysingur hann veit ekkert hvað hann er að tala hann vil ekki tengja neitt á það er að byrja upp á nýtt á það er að finna annar sálfræðing og sálfræðingur, veistu hvað hann gerir? Hann gerir bara eitthvað kjaftaði af því að ég nefnilega las á internetinu að það sem hann er að gera það er ekki science-based fyrir hvað ég þá bara þú veist, ég fer í þessar hugsanir sko. bara hann er með eitthvað þú veist, nálastungur eða bara eitthvað svona kjaftaði, skilur og en sko, ok, nú ætlum ég að segja eitt þú veist það samt alveg röglega þú veist það alveg að þú ert ekki að fara bara til einhver sálfræðings þú værir að fara að fá meðmæli frá fólki sem hefur innsýn í sálfræðinga á Íslandi þú hefur þau sambönd svo
er það nú þannig að hérna, jú, sannlega biðlistar hjá sumum en ég held að það sé almennt hægt að komast að hjá sálfræðingi og í þínu tilviki þá sko óplægður akur, Haukur, ég ætla nú bara að segja þess að það er óplægður akur og ég til dæmis hef farið til nokkura sálfræðinga og þeir hafa alltaf hjálpað mér á þeim stað sem ég og þú ferð ekki það dýpra en svo að þú sko höndlar á ráð við það þannig að það er svona leigjar sé ég fyrir mér sem að mæta skrapa af svo ferðu kannski í svona það sem að þú ert mögulega að vísa í sem ekki science-based, það er örugglega eitthvað svona samtöl sem að þú hulda af átt sem að er samt science-based að þú vísi í eitthvað svona áfalla með fyrir Nei, það sem ég á við er sko að þú veit ekki að fara bara hérna út í skó eitthvað það er náttúrulega kukli öllu sko og sko þú veist, við höfum nú talað hérna, ég man ekki hvernig að tala en þú veist, ég til dæmis ég hef ekkert álit á hnykjurum og hinn og þessu sko sem að fólk er bara að fara í eins og bara ekkert sé og borga bara peninga fyrir það og ég bara, þú veist, ég nægis ekki Nei, það er alltaf munur á til dæmis hnykjurum og kýrópraktorum til dæmis það munur á því Hnykkjari er kýrópraktor? Nei, ekki endilega, sumir sjúkraþjálfarar eru að hnykja Ok, ég er að tala um kýrópraktor Ok, þú veist að kýrópraktorar eru sko með leyfi frá landlæknisembættinu til þess að starfa Já, líka hellingur á öðru sem að er samt engin sönnu virkni á af því að landlæknis vís, eða hvað að segja alvöru heilbrigðisþjónusta græðir á því að þeir sem að er kannski ekkert mikið að fara eitthvað annað sé ekki álag á kerfið ég skil ekki ef það gagnast að fara til homopata og fá vatn með 1 dropa af engu og þeir líður betur er það ekki frábært fyrir heilbrigðiskerfið? Jú. Já. Það er hluti af þessu. Það er að sko heilbrigðiskerfið ef við köllum þetta bara einu orði sko er alveg til í að gúttira hluti sem að fólk veit alveg að virka ekkert. Nei, Haukur, stopp nú. Læstum þetta. Tökum þetta næsta þetta. Er þetta ekki ykkur áháttur eða? Nei. Er það ekki? Já, ég ætla að stöðva Hauk hérna í samsæriskenningum og henda okkur í hlustanda. Eðlu fólkið. Jæja, það er hlustandi dagsins. Þú veist að hérna dragðu miða. Veistu hvernig kýrópraktor dragðu miða. Hættu þessu. Veistu hvernig kýrópraktor var til? Það var dáinn læknir sem vitjaði mann í svefni og kenndi honum að hnykkja. Ég er ekki að ljúga þessu, lesið þetta. Þetta er uppruni þess að kýrópraktorar eru til. Sko. Það var andalæknir, dáinn læknir sem kendi einhverjum í svefni. Já, ok. Svona, þetta er fólk að borga fyrir. Ég ætla að fá kýrópraktor í næsta þátt. Hlustandi dagsins er anskotin sami og seinast. Verðum við ekki bara taka því? Ef við ekki að setja reglu. Við getum ekki verið að taka frá sama. Það er pínu vandræðileg. Já, takk annan. Ég segi það. Á ég að draga annan? Já, að þú ert ekki búin að lesa miðan, sko. Þetta hefur aldrei verið gert. Nei, við bara viljum fjölbreytni hérna. En ef hlustendur verða brjálaðir yfir þessu? Nei. Við nennum ekki að vera með sama, þú veist, við viljum fá fjölbreytta einstaklinga hérna. Þetta er ekki svo sami. Já. Má sjá. Nú eru þið báðir karlar sem hafið áhuga á jafnréttismálum. Hvar finnst ykkur erfiðast að sjá eða viðurkenna eigin forréttindi og hvernig hafið þið tekist á við það í daglegu lífi? Kveðja Eva. Takk fyrir þetta, Eva. Vá, Haukur, byrjað þú? Ég ætla bara að vinna tæmirinn hérna. Þetta er nú svolítið þungt, sko. Já, þetta er, þú ert að hugsa. Ég ætla að lesa aftur. Nú eru þið báðir kallar sem hafa áhuga á jafnréttismálum. Hvar finnst ykkur erfiðast að sjá eða viðurkenna eigin forréttindi og hvernig hafið þið tekist á við það? Start núna. Byrjað þú? Ertu með það? Nei.
Og ég skal byrja. Hvað finnst ykkur erfiðast að sjá eða við Skilur ekki þessu spurningur sko, en svo flókið? Jú, ég held þessi með þetta allavega svona fyrsta hugsun er sko, ég held að það sé erfiðast að sjá eða skilja mikroaggressionið allt sem að sko sem að konur svart fólk og þú veist, fatla fólk og þú veist, svo framvegis sem að verð allt þetta svona pínu litla einasta degi, uppgótur, svipir akkur nota hann þetta orðum mig en ekki hitt ég held að við sem hvítir sískina kallar sko, við sko við getum ekki skilið þetta ég held að við bara föttum þetta ekki nei. Þetta við bara að reyna að gera sér þetta í hugalund jú, maður kemst eitthvað áfram með það sko en ég held að maður geti ekki fattað mikroaggressionið sko Nei, geti fullnustu, það er ekki hægt að því að þetta er ekki okkar reynslu heimur sko Sko, það er tvennt sem kom strax í hausinn á mér og fyrra sem að ég bara er ennþá að kljást við það er sko að átta mig til fullnustu á þeim forréttindum að búa með annarri konu og þá er ég vísa til annarar og þriðjuvaktarinnar bara að því að sko og nú veit ég að ég er sannlega einn af tveimur höfundum bókar þriðjuvaktina og hérna en enginn fullkominn nei sko, þannig að vandamálið er ekki að ég skil ekki konseptið, vandamálið er ekki að ég sjáu ekki, þú veist, hvað þetta er og hvernig þetta er vandamálið er að verð kall já. Vandamálið er að ég er ennþá ég mótara samfélag eins og ég er og svo veit ég allar þessar fokkin rannsóknir líka ég veit að ég er örugglega að ofmeta mitt eigið framlag og ég veit að það er örugglega þannig að Hulda kona mín sé að vanmeta eigið framlag og ég veit að almennt er hún örugglega að taka meira en mér líður eins og ég sé stundum að drukkna en samt einhvern veginn er eitthvað svona já, eitthvað, þú veist, ekki alveg jafnvægi hér og við bara eigum eins og pör samtöl eitthvað svona já, það er einhver þungi á Huldu sem að ég er ekki að sjá það er þessi forréttindi sem að mér finnst erfitt bæði að samþykja bara sem ég að því ég bara eitthvað á fullan vinnudag kem heim ógeðslega þreyttur og er eitthvað svona rembast að, þú veist, halda áfram og sinna og sjá og ég kannski er ekki átta mig á því að stundum er ég mitt að sóna út í síman stundum er ég ekki alveg er ég að fresta einhverju og fattar þau, það er þetta en erfið spurning hreinskil svar þegar þú ert að sóna út í síman eða þú ert eitthvað hérna bara eitthvað sko að ríla eða whatever er stundum í gangi haustum að þér ætti nú ég veit pínu hvað er í gangi en ég nenn ekki alveg já og bara það er eiginlega alltaf þegar dætur okkar og börnur okkar eru heima vakandi og ég er stend með að því að því að, þú veist, ég veit ekki, ég fekk hérna mail og ég er svona, já, heyrðu og svo allt í hún er ég mitt komin inn á Instagram líka og eitthvað, að þá stundum stend ég með að því, en samstundis og eiginlega alltaf þá hugsaði ég, já nei, það er allt í góðu þær er að leika sér og dóttirinn er að gera eitthvað annað ég má alveg klokka með sem að Hulda almennt gerir ekki einmitt þannig að já, ég réttlæti þetta mjög oft í mómentinu en mér langar að segja eitt annað út af þessi spurning er svona svolítið djúp og eitthvað já, þú er mínútu það sem að mér fannst erfiðast við að samþykja líka og sjá hérna, sem að ég skil betur í dag að það er sko heiftúðlegu viðbrögð feminista við því að ég hafi fengið styrkur jafnréttissjóður 2020 fyrir verkefni Karlmennskan mér fannst það mörg hérna komment og svona frábara feministum og svona almennt að ég veit að það varð allt vittlust þegar sjómlinn allt í einu bara fara 8 milljónir og eitthvað mér fannst það er náttúrulega kall til þess að gera þetta nei sko, ég er ekki að segja að það hafi verið rangt að feministum og eitthvað svona ég skil það miklu betur í dag en mér fannst erfitt að sjá forréttindi mín til fullnustu þar og mér fannst það sárt og mér fannst það óþægilegt og mér fannst illa veið að mér en ég skil í dag þessi viðbröð því ég myndi örugglega sjálfur bregðast eins við ef að svipað myndi gerast í dag þannig að þetta tvennt svona vilt þú bæta einhverju við á 3 sekúndum? Já, en það er ekki
Það er bara ekki tími í það Þú varst að horfa á tíman feita út til þess að sleppa þetta Já, Sleppa þessu. ég var með hann eitt sem að bara Já, kemur já. aldrei í ljós Nei, bara nei. fyrir með mér í gröfina Já, já. eins og hann vargur minn En þetta var mjög góð spurning Þetta var rosalega Mjög góð spurning hefi spurning Já, Þú ert að lesa já, hana 4 sinni til að skilja hana Ég skal viðurkenna það Já. að þetta blað er svo ógeðslega beglað það var svo mikið beglað hjá mér Já, það var að bara ég það. átti bara svolítið erfitt með að sjá með sólglerónum núna sé ég þetta mjög vel Þetta er Já, ok En erum við ekki bara ágættir að er eitthvað, vilt þú kannski Nei, fara að ég spæða? er alveg í rusli Sko, það? Nei, Ertu- segi svona Herðu, Ertu veistu það, alltaf þegar ég Sko, nei, þú ert ekki að fatta hvað ég er að gera alltaf þegar við köttum þátt já, af því að nú ert þú að fara að þú ert sleða svolítið góður á sko hvenar og kött Já, að ég passa alltaf að það er eiginlega einhver að tala og er að jafnvel að enda á einhverju pönsi og Já. þá samstundis, búm, kemur inn tónlistin þannig að það þú veist, þannig virkar það eins og að sé unnið eða organíst Já, til en við vinnum ekkert og við erum ekkert Nei, þetta er alveg hrátt við erum organískir það er bara, og kannski tekur fólk núna eftir sko hugrænu vinnunni sem ég vinn á meðan við erum að taka upp, Já. þegar þú ert komið með sleðan Já, hvernig það en þú gengur tókst af mér hlustandan þú tókst það já, ég bara þurfti aðeins að leipa Ég tók reyndar ekki eftir því Nei Þannig að sko núna hefði til þess geggja moment að vera tilbúin Það hefði verið alveg geggjað moment til þess að